Já, velkomin á Frelsi TV. Ég ætla aðeins að fjalla leiðréttingu ríkisstjórnarinnar og eins og þið mörg viti þá var ég einn af upphafsmönnum hagsmunasamtaka heimilanna, var í stofnun þeirra frábæru samtaka, var þar í varastjórn og stjórn í nokkur ár, alveg þangað til ég flutti frá Íslandi 2010 held ég að verið. Og þessi kynning sem var framkvæmd á laugardaginn, þrátt verið mikla truflanir, að þetta er gríðalegur sigur fyrir hagsmunasamtök heimilanna. Þessi barátta hagsmunasamtaka heimilanna skila sér nánast að öllu leyti í þessum tillögum. En nú á náttúrulega eftir að reyna á það hvort að framkvæmt verði, og ég hef fulla trú á því að það verði gert. Og ég fagna því líka að meira segja að Sjálfstæðisflokkurinn er með á þessum nótum. Reyndar vil ég benda á, eins og ég benda á áður, að þetta er hugsanlega gert sem sagt að því að þeir vita í dag að svona þetta er eina neikvæða sem að ég get kannski nefnt, það er að ef að dómsmál falla þannig að verðtryggingi verið dæmd ólögleg, þá er þetta ákveðin varnaraðgerð gegn því. En ef við tökum þetta bara eins og þetta kemur fyrir, og það vita náttúrulega allir að það er best að allir lifi í sátt og samlynd, að það sé ekki alltaf verið að þvælast í dómsölum með öll mál, og það getur vel verið að ef þeir bæta aðeins í þetta á leiðinni, að þá geti þetta orðið ennþá betra, og þá jafnvel er spurningum að fara að leggja dómsmál á hilluna. En á þessari stundu væri það óráðsí að gera það. Það borgar því náttúrulega að halda áfram. Ég held reyndar að það er að taka á þessum gengistryggingar og verðtrygginga glæpói sem er búið að vera í gangi. Það er að taka á því með hegningalögum skipulagða glæpastarfsemi. Þannig held ég að það er að taka á þessum fortíðar vanda. Og ég mæli með að framsóknarmenn sem eru að lyfta Grettistaki eða Sigmundartaki, og þess vegna sjáum við nú hvernig vinstri kellingarnar allar eru á hælunum á honum, að baknagan og reka rýtingi baki á honum, og ég vil bara hrósa Sigmundi fyrir að standa undir öllu þessu. Það er sagt ef að fólk er að kasta í því skít, þá notar það bara í garðin hjá þér og ræktar tómata eða eitthvað gott, og Sigmundur virðist alveg kunna það, og það er flott hjá honum. En ég vildi byrja á því að bara ef við hellum okkur aðeins í greiningun á þessu, þá sjáum við fyrst þetta sem við byggum til 20. júní 2009. Þetta var í tengslum við greiðsluverkfallið sem að rann mikið undan mínu rifjum, og ég virði það gott talandi aðeins hugverk. Það er gott fólk í hagsmunasamtökum heimilina, það er til dæmis að það virðir hugverk, það er ekki hugverka þjófar þarna. Og ég man eftir að ég sem sagt kom með þessa hugmynd, fann upp þetta greiðsluverkfall, og Marino sem er öndvegisdrengur var spurður í INN þætti hver kom með þetta greiðsluverkfall, hvaðan kom það, og Marino af sínum heiðarleika og drengskap sagði að það var Axel Pétur Axelsson hjá okkur, hann kom með þessa hugmynd, þannig að hann virðir hugverk, sem er svona bara smá framihald. En það sem við vorum að tala og kröfunar voru, og að þetta er eftir marga stjórnarfundi og miklar umræður og diskussjónir og allt það, að þá vorum við settu við svona ákveðna forgangsröðum. Það var að fólk geti haldið húsunum sínum og verið á heimilum sínum í gegnum þennan skapl, í gegnum kreppuna. Að fólk
hefði þak yfir höfuðið og geti verið örugt heima hjá sér með fjölskyldunum og börnin og allt slíkt og við vorum með röksemdir fyrir því að það væri þjóðfélagslega hagkvæmt að halda fólki á heimilunum frekar heldur en að það færi á einhvern vergang. Og aldrei áttu við nú vona á því að vinstri menn, samfylkingin, eins og ég hef kallað samspillingin eftir reynslu minni af þeim og vinstri gaga, eða vinstri grænir, og sérstaklega frá vinstri grænum, að andstaðan kæmi frá vinstri grænum. Og þið hafa nú séð Lilju Mósesdóttir vera að tjá sig núna fyrrum félaga sína þar og sennilega munu þessir flokkar bara deyja pólitískt. Nema Íslendingar séu með svona mikið flúor í vatninu þeir veit ekkert hvað í gangi, sem getur svona líka alveg verið. En það sem við vorum að tala lán sem hvíla á íbúðarhúsnæði með viðmiði við gengi erlenda gjaldmiðil, já, við vorum að tala þessi gengistryggðu lán. Og þar var unnin sigur sem við áttum ekki reyndar eins og von á. Á þessum tíma voru við ekki alveg átt okkur á að þetta væri ólögleg lán. Og þannig að það kom eiginlega inn í baráttuna aðeins seinna og þar vannst fullnaða sigur að gengistryggð lán hafi verið dæmt ólögleg á húsnæðislánum og þar hefur fólk fengið bara leiðréttingar og allt sitt tilbaka. Síðan fórum við að taka verðtryggðu lánin og eins og ég segi þetta var kröfugerð í greiðsluverkfalli og þið sjáuð ef þið farið í aðgerðir þá sjáum við sögulegt bakland þar sem ég fjalla þetta og rökstið greiðsluverkfall og já, uppfinningamadurinn fann upp greiðsluverkfallið. Ég fann reyndar ekki upp interneti, bara það sé á hreinu. En verðtryggð lán og þá vorum við að tala að vera náttúrulega þegar maður setur fram kröfur þá var maður að vera aðeins sanngjarn. Maður getur ekki bara heimtað að já, við ætlum ekki að borga neitt sko. Hvað segir það? Og þannig að við vorum að spá í að setja allavega eitthvað þak á verðbætur í gegnum skaflinn og jafnvel til framtíðar að það yrði 4% þak á verðtryggingu. Og síðan vorum við að leggja til laga og náttúrulega röksemdan fyrir þessu var forsendubrestur að þegar að fólk var að skrifa upp á lánin þegar bankarnir voru að selja þeim lánin eða láta neytendur skrifa upp á þessi lán þá var Seðlabankinn sem ríkisstofnun og greiningadeildi bankana þau höfðu sagt já verðbólgan fer aldrei yfir 4% og þá næsta ári og það má eiginlega segja að þegar verðbólga fer langt yfir 4% þá það ekki heimili landsins sem að hafa áhrif á þær hagstærðir, það ríkisstjórnin og banka eða fjármálastofnanirnar sem að hafa áhrif á svona mikla verðbólgu og þannig að við töldum ráðlagt að setja eitthvað svona þak á það. Nú síðan vorum við að tala lagabreytingar leiði til þess að ekki verið gengið lengra í innheimtu veðlána en að leysa til sín veðsetta eign. Þetta líkla frumvarpið og það hún Lilja sem á endanlega heiðurinn að því að við vorum að tala það að ef að banki eða fjármálastofnun með veð í húsnæði þá getur hann bara leyst til sín húsnæðið upp í skuldina að þegar þau viðskipti eiga þessi stað þá kemur einhver neytandi til bankan sem segir já, eða fjármálastofnunar og segir ég að spá í að kaupa þessa íbúð eða þetta hús og það segir bankin já ok, þú ætlar að kaupa íbúð og hvað kostar hún 15 milljónir segir það og þá segir bankin ok, ég til að lána þér 10 milljónir í íbúðinni en þú þarft að eiga 5 milljónir sjálfur ok, síðan kaupir neytandinn íbúðina 15 milljónir á 5 milljónir sjálfur og banki lána 10 milljónir þannig að þetta svolítið innrammuð viðskipti. Nú síðan kemur eitthvað svona utanaðkomandi aðstæður eins og verðbólga eða gengisfall eitthvað slíkt sem að neytandinn hefur engin áhrif á og þess vegna þegar allar forsendur breyttar og neytandinn bara allt í einu sko, þessi 15 milljón króna eða þetta 10 milljón króna lán kannski komið í 30 milljónir
þá töldum við allavegna að við myndum takmarka tjónið við þessa eign, að þessi neytandi myndi þá aldrei tapa meir en sínu eigin fé, og þetta þekkjum við til dæmis úr hlutafjárlögum, og þetta er mjög þekkt hugsun að þú leggur inn peninga í hlutafélag og þú tapar ekki nema því fé sem þú ert tilbúin að fórna sem innlegg í hlutafélagi, og þetta er mjög mikilvægt til þess að fólk hafi stjórn á sínu lífi og sínum aðstæðum. Og fjármálaöflun á Íslandi hafa í raun verið að beita íslensk heimili gengdarlausu ofbeldi, fjárhagslegu ofbeldi, og þessar lögfræðisveitir og þetta lið sem er þannig gangi virðist fá einhverja fróun af því að beita annað fólk fjárhagslegu ofbeldi, sem er náttúrulega sjúkt, skiljiði. Nú síðan vorum við með hugmyndir lagabreitingar, leiðir til þess að uppgjör skulda fyrnist á 5 árum og verði ekki endurvakin. Þarna sjáum við reyndar voru síðustu stjórnvöld settu þarna 2 ára tímabil sem er mjög flott. Það menn bara, já, þið bara gerðu miklu betur heldur en við vorum að krefjast. En hins vegar settu þeir svo mikið og það var það sem að síðustu stjórnvöld voru alltaf að gera, þeir settu svo mikið að drasli inn í lögin að þetta var, þegar upp var staðið, bara hóla fyrir vinni, þetta var svona hóla fyrir elitumafjósa sem þurfti að sitja í gegnum hreinsunareldinn á stuttum tíma. En svona sem laust fyrir almenning, almenn laust, þá virkaði þetta ekki vel, og kröfuhafar voru áfram með alls konar vaknar kröfur, eða þeir áttu alls konar kröfurétt, og dómararnir sem eru hluti af þessari elitumafíu, þeir svona neini, þú átt ekki að fara í gjaldþrot, þú átt að fara inn í umboðsmann skuldara og þar verður bara í skuldafangelsi næstu 50 árin. Svo, eða kom einhver vinur dómaramafíunar, þá, já, heyrðu, sæll Júli minn, eða Palli minn, heyrðu, já, við rennum þér í gegnum þetta 2 ára prógram, flott hjá þér, skellum okkur í þetta. Og síðan var krafa að gerð væri tímasett áætlun afnám verðtryggðra lána innan skamms tíma og vaxta okur verði aflagt. Þið sjáum að núna er verið að stunda lánastarfsemi á Íslandi sem er með 6.000% ársvexti. Þessi mafía er algjörlega komin úr böndum. En eini stjórn, eins og ég segi, það var eiginlega eini stjórnmálaflokkurinn sem við áttum mikil samskipti við, stjórnhagsmunasamtaka heimilanna, var Framsóknarflokkurinn. Og þrátt fyrir allt og allt, þá virði ég það við Framsóknarflokkinn. Ekki það ég segja það að allir Framsóknarmenn séu englar með vangi og geislabug. En verkin sýna merkin, og þessi verk eru mjög góð. Af ávöxtunum þekkist tréð, og þessir ávextir eins og þeir eru kynntir hérna virðast að mörgu leyti vera góðir á bragðið, jólaávextinir. En ef ég renni aðeins bara yfir þetta skjal frá forsætisráðuneytinu, að þetta sem við kalla leiðrétting, þá byrjaðir á því að segja lækkun á höfuðstól verðtryggðra húsnæðislána og aukinn sparnaður. Þeir eru semst að tala það, og það líka annað sem að við verðum kannski það var eitt sem að fyrri stjórnvöld stunduðu stíft. Það var svona ákveðin svona niðurlæging og svona fordómar gagnvart lánþegum, og óbóðslegt svona í talmáli þeirra þá sýndu þeir þessum hóp alltaf mikla lítilsvirðingu, og þeir til dæmis kölluðu alltaf skuldara,
og umboðsmaður skuldara og skuldarar bergmálar alltaf sem eitthvað svolítið neikvætt. En það sem að ég sé í þessum málfari þessara nýju stjórnvalda sem ég virði mjög mikið er að það er talað um lánþega. Það er talað mikil meiri virðingu fyrir þessum hóp sem er náttúrulega bara fullt af venjulegu fólki sem er að reyna að koma þaki yfir höfuð yfir sig og sína fjölskyldu. Og annað sem að þessi nýju stjórnvöld og undir forystu Framsóknarflokksins að þau eru að viðurkenna að það hafi orðið forsendu brestur, að þetta fólk sem situr í súpunni með alltaf mikið af skuldum, að þetta sé ekki eitthvað skonar óreiðu fólk, heldur þetta fólk sem lendir bara í glæpaklíkum, fjármála glæpaklíkum sem er nú meira sér komið ljós að hafa ekki borgað skatti þjóðfélagi frá hrunni undir íboði vinstri menn þessi síðasta ríkisstjórn, samspillingar og vinstri gúgú, að þeir voru að skattleggja alla nema fjármála vini sína. Þannig að það hefur komið upp á yfirborði hvers konar dusil menni eru í þessum flokkum, allavega forráðamenn þar. Og þetta er mjög mikilvægt fyrir fólk, hreinlega bara að fá viðurkenningu á því að þetta sé forsendubrestur og þetta séu aðstæður sem fólk hefur ekki alveg haft kannski sjálft stjórn á. Og ef við höldum aðeins áfram þá er leiðréttingin almenn efnahagsaðgerð með það að rjúfa efnahagslega kyrrstöðu og það eru ákveðna svona efnafræðileg rök í þessu líka, efnahagsrök að auka hagvöxt og fleira slíkt, en við í hagsmunasamtökum heimilina var ekkert sérstaklega upptekin af því að við bara fókuserum á rétt heimilina til þess að hafa heimilisfrið og geta lifað sínu lífi. Og þeir sem sagt tala um almennar efnahagsaðgerðir og þeir eru að tala um áhrif sértækra aðgerða, tæknileg útfærsla á leiðréttingu, tillit tekið til fyrri aðgerða, fjármögnun aðgerðana og efnahagslega áhrif. Og ég get nú lesið þetta bara sjálf líka, að þið sjáið að þeir eru að fara mjög vel eftir því sem við vorum að tala um hérna. Þeir voru að tala við vorum að tala mjög svipaða hluti og reynda að sjá alltaf frá 2009 hafa tillögur hagsmunasamtaka heimilina þróast. En þeir eru að tala að fara mjög svipaðar leiðir og við vorum að tala í hagsmunasamtökum heimilana. Og það er verið að tala að þeir reyndar að tala 4,8%. Þeir eru að tala 4,8% að setja þak á verðbólgu 4,8%. Og það er náttúrulega bara mjög gott. Og þeir eru líka að tala að íslensk heimili séu mjög skuldsett langt umfram það sem eðlilegt getur talist í siðmenntuðu ríki eins og Íslandi. Og þannig að þetta eins og þetta er lagt upp sjáum við mynd af því sem að vera að tala að það er þetta bil á milli. Er sem sagt miðað við 4,8% verðbólgu þá hefur verið eðlilegt að greiða þetta hér. En það sem verið að krefja fólk er allt þetta Og sjáuð alla hítina getið ímyndað hvað eru margir milljarðar sem elitumafían er að hala inn á þetta Getið ímyndað hvað er að kaupa margar blaðursmaskínur fyrir þessa peninga Sjáðu, er, ef við takið flatamál á þessu ári 2010, sjáðu, takið þetta flatamál þetta eru allar sem sagt, þetta er nú reyndar, sem sagt, þetta eru vísitölu
takið að að það er búið að vera að ofreikna eða það er búið að vera að rífa þessa upphæðir út úr heimilunum sem að náttúrulega blóðtaka og fólk hefur ekkert efni á þessu og það er alveg á hreinu að þeir eru að gera mjög vel þessa útfærslu með verðtryggingarhlutann og það er ekki hægt að kvarta neitt undan því hjá þeim og síðan fara þeir reyndar almenna leiðréttingin er nokkurn veginn í samræmi við hagsmunasamtök heimilanna sérstaka skuldaaðlöðunin og 110% leið það er fyrir þá sem að falla kannski örlítið fyrir utan þetta og síðan þetta var það sem við sögðum alltaf og Framsóknarflokkurinn hefur verið að segja líka allan þennan tíma það þarf fyrst að keyra almennar aðgerðir til þess að leiðrétta þetta verðbólguskot og síðan í kjölf eftir þeim aðgerðum þá þetta að fara í þessar sjörttaka aðferðir en samspillingin og vinstri grænir sitt alltaf allt á hvolf þeir virðast ekki geta gert neitt rétt þeir byrja alltaf á öfugum enda og fer nú ekki lengur út í þá sálma. Nú síðan hækka vaxtabætur og húsaleigubætur og svo hjálpa þeir fólki að skipta húsnæði. Sko það eitt sem að bankarnir og samspillingin og vinstri gagga stunduðu voru að frista fólk í skuldafangelsinu, í eignum sínum og þvinga það niður í gjaldþrot og í nauðasamninga þannig að myndi tapa eignum sínum og það er kerfisbundi verið að gera til þess að byggja upp nýja fasteignabólu og síðan bankarnir hafa undanfarin ár verið að sópa til sín eignum og síðan sita það í svona einhverja pakka, fasteignapakka og síðan selja það á uppsprengdu verði til Seðlabankin allir skriðilega mikið af eignum og til lífeyrissjóðana. Þannig að lífeyrissjóðinir í dag eru að kaupa fullt af svona eigna pökkum einhverjum og síðan munið þið sjá fljótlega í framtíðinni fasteignar að hrynja og þá situr svarti péturinn eftir hjá lífeyrissjóðunum og Seðlabankanum eða semst ríkinu. Og annað sem að þeir tala línurrit sem ég hef alltaf verið að leita að síðan tala þeir þetta línurrit sem ég var að leita að sjáðu þetta alveg nákvæmlega eins og vorum að tala að gera í hagsmunasamtökum heimilanna. Við vorum sammála að það þak og 4 milljónir það má diskutera það hvort það mikið eða lítið, ég held að það sé sanngjarnt, ég held að það sé allt í lagi og þið sjáuð hvernig leiðréttingar hlutin kemur alla leiðina niður en muniði eitt að þegar við vorum í baráttunni 2009 þá voru þessi gengistriðulán það hræðilegasta sem fólk hafði lent í sem endaði eftir baráttu hagsmunasamtök heimilanna sem bestu lánin og reyndar hefði verið að ganga lengra með þau málaferðir reyndar, það hefði verið að ganga svo langt að taka fyrir líborvextina. Það sanna núna að líborvextin eru falsaðir og þessi samningar allir tengdir við líborvexti. Líborvextir eru kannski segjum 3% og þá tekur bankinn vaxtaálag sem 1%. Og þegar að líborvextin eru sannarlega falsaðir þá hægt að vísa þeim úr samning. Þannig að sem þýðir að neytandinn á bara að greiða 1% álagið. Þannig að það er raunhægt að ganga lengra með það fyrir dómstólum ef einhver hefur áhuga á því. En það er líka svo mikilvægt að forðast þessa snákagrifju sem dómstólarnir eru og allt fólki sem að þar í kring. En þetta er alveg snilldar aðferð. Þetta virkar mjög vel. Og þessi 4,8% í staðin fyrir 4% að þeir bæta það margfalt með þessum séreignarlífeyrissparnaði. Og síðan eru samspillinga þessi nöldur kór sem núna í gangi
hann að segja að þið lofuðu 300 milljónum eða þið lofuðu svona mörgum milljónum eitthvað svona, ég hef aldrei heyrt Framsóknarflokkinn tala það eða neitt. Það eina sem var að vera að tala var að reyna að finna einhverja aðferð til þess að takast á við þetta gríðarlega verðbólguskot sem varð og fara í og það kom í ljós hagsmunasamtök heimilana voru búin að áætla 2010 held ég hafi verið 2009-10 þá voru við búin að áætla að þetta myndi kosta cirka 200-250 kringu 200 milljarðar og kannski ástæðan fyrir að þetta eru 150 milljarðar að samspillingin og vinstri Google að þeir hafa keyrt svo mörg heimili í þrot. Þeir hafa með skipulögðum hætti ásamt fjármálakerfinu keyrt heimilin í þrot, þannig að það eru miklu færri heimili sem eiga eignir til þess að fá leiðréttingu á. Reyndar hef ég heyrt þegar þá sem kynna þessi mál að fólk eigi jafnvel kröfu á leiðréttingu aftur í tíman. Og það verður mjög spennandi að sjá hvernig þeir ætla að útfæra það. Nú, síðan fjallaðir fjármögnun aðgerðana. Þetta ræddu við í hagsmunasamtökum heimilina líka. Og þetta er lagatæknilega séð, þetta ekki einfaldasta mál í heimi. Og þar byrjar allt þetta rækamannir byrja Nöldur kórinn, hann byrjar alltaf að tala eignaréttinn og allt það og þess vegna þarf að fara í þessa tæknilegu leikfimi hér. Það þarf að setja þetta núverandi fasteignalán þessi rammi og síðan eftir leiðréttingu því skipt í tvennt, frumlán og leiðréttingalán. Og þegar menn að tala ábyrgð ríkisins eða ríkið sé að gefa út eitthvað blank og tékka, það er svo þreytandi þetta lið sem á vegum fjármálamafíunnar að það er svo þreytandi að hlusta á þetta útúrsnúningar öfliðum. Þetta er óbúslega þreytandi. Þetta fólk situr alltaf á haus og gerða að leik sínum. Þetta er eitthvað svona leikur fyrir þeim. En við erum að tala líf fólks og fjölskyldna á Íslandi. Þetta er ekkert, það er óbúslega ósmekklegt þegar fólk að gera sér svona leiki. En það er skipt í frumlán og leiðréttingalán. Sem þýðir að leiðréttingalánið hvílir áfram á eignunum. Leiðréttingalánið hvílir ekki á ríkissjóði, það hvílir áfram á eignunum. Og ríkissjóðu segir að veðið hvílir áfram á eigninni, veðið flyst ekki til ríkisins. Þannig að ríkið í sjálfum sér ekki í ábyrgð fyrir þessu leiðréttingaláni. Og ríkið hefur sagt Framsóknarmenn og sjálfstæðismenn hafa sagt að við ætlum að borga niður þetta leiðréttingalán á 4 árum og við ætlum að taka peningana frá skipulögðu bankamafíu glæpasamtökunum sem náttúrulega alveg hárrétt, þau mættu taka miklu meira peninga af þessu fólki, þessu bankstera glæpamönnum og það mætti sitja fullt af þeim í fangelsi meira segja. En þetta hárrétt, þetta það sem við lögðum til, þetta kom mikið frá honum Marino átti, ég allavega heyrði ég fyrst þessa hugmynd frá Marino á fundi í hagsmunasamtökum heimilana. Ég held að sjálf að reyna hann var allavega frá okkar hálfu hugmyndasmiðurinn að þessu. Ég veit ekki betur en að hann eigi þessa hugmynd. Og þetta alveg snilld að gera þetta svona. Þetta stenst öll stjórnarskrá ákvæði, þetta stenst öll lög og þetta alveg fullkomin aðferð í raun. Og svo sýna þeir okkur hvernig þetta gerist. Þetta önnur myndað í sama í raun. Hérna höfuðstólslán og þetta ykkur sem með
já, þeir sem sagt þeir meta þetta kosti 80 milljarða og semst ef ykkur með heimili hér þá á fyrsta ári það þá til 2014 þá greiða þeir upp 20 milljarða af þessu leiðréttingaláni og eftir 40 milljarða næsta ár og eftir og svo 60 milljarða og svo klára þeir þessi viðbótarlán eða þessi hvað kallar þeir þetta ekki viðbótar, leiðréttingalán fyrir ekki og þar með málið dautt og þetta er bara það ekki hægt að biðja betri aðferð en þetta og fólk sko fólk getur ekki bara krafi og þessna eru þessna var svo urðu við hagsmunasamtökum heimilana vorum mjög sár út í samspillinguna og vinstri gúgú af því að við töldum okkur vera að biðja mjög sanngjarna hluti. Við til dæmis höfum aldrei gert segum að fara í eitthvað rugl. Við höfum aldrei gert segum að bara fólk á að geta vera að borga skuldi sína. Við höfum aldrei sagt það. Og þið sjáu nú, þess vegna er svo ánægður að það verið að hreinsa út að skrúfjú. Að þar var öllu snúið á haus og þetta var allt bara, oh my god, sko, ég var bara þreyttur að hugsa allt ógeð sem flæddi í gegnum þá fjölmiðla pípu, gegnum þá fjölmellu. Ég held að vera búið að banna vændi á Íslandi. Þá held ég að byrja á því að rannsaka fjölmellunar á skrúfjú, sko. En þannig að þessi krafa hagsmunasamtaka heimilana hún er bara, þeir eru bara þótt að við, það 4,8 þetta er nú bara svona veist, þeir sem ætla að fara að rífast yfir þessu, ég vinsanlega haldið ykkur frá mér og ég nenni ekki einu svona að ræða það, sko. Að þessi krafa hérna, sko, þessi krafa númer 1, henni var fullnægt í gegnum dómstóla. Þessum gengistryggðu lánum voru felld og þar sáum við að í tíð síðustu ríkisstjórnar þá var þessu fólki glæpafólki leyft að draga lappirnar í þessum leiðréttingum munið eftir því og síðustu stjórnvöld gerðu ekkert í því þetta er alveg skelfilegt fólk sem er núna allir að gefa út bækur held ég. En það sáðu þið hvernig blessunum Lilja Mósesdóttir hvernig þessir raftar fóru með hana og ég vil bara hrósa henni Lilju Mósesdóttir líka fyrir allt sem hún hefur gert og þannig að hér er bara verið að uppfella þessa gröfu, það er ekkert annað og svo komaði með smá bónus þeir koma með bónus sem að er sem að er, já sjáum við hvernig greiðsluseðlarnir getur hugsanlega lítið út og þetta er eitt punktur sem að ég þarf að fara að finna samnefni yfir þennan hóp þessa jólasveina útúrsnúninga gengið eða útúr eða hausa sitt allt á hausliðið eða hvað endilega komið hugmyndanafni. En það sem að gerist, það sem að er náttúrulega frábært hjá Framsóknarflokknum og Sjálfstæðisflokknum er að þetta kemur strax til bara næstu mánaðamót held ég, þetta kemur strax til aðgerða. Fólk hættir strax að greiða þessu leiðréttingaláni sem þýðir að fólk fær björgunarhringinn strax í hendunar og björgunarhringurinn mun hjálpa þeim að fljóta. Samspillingin og vinstri gúgú notuð hins vegar björgunarhringinn til þess að berja fólk onni svaðið þannig að það myndi nú örugglega drukna. Svona ef við höfum myndlíkingu af þessu. Og þannig að þetta er bara nákvæmlega eins og við tölum í hagsmunasamtökum heimilana. Og nú ef við höldum áfram, ég ætla að finna já, svo fara þær í efnahagsleg áhrif og ég ætla nú ekki að fara út í það en það fylgir þessu alls konar bónusar og í raun voru hagsmunasamtökum heimilan ekkert að gera kröfur að þetta hefði einhver
áhrif á þjóðhagslega stöðu en eitt slíkt. Við vorum bara að hugsa það að vernda heimili landsmann og heimilin ekki brend ofan af fólki. Þannig að þessi aðgerð hefur líka mjög góð áhrif á efnahags landsins. Og við könnumst mörg við það sem kallað japanska martröðin, eða þar sem að Japanir sátu fastir í mörg áratugi, hafa þeir setið fastir í ónýtu hagkerfi. Og þetta mun vera ákveðin tjakkur, þessi aðgerð mun vera ákveðin tjakkur á að þjóðin komust upp úr þessu feni sem að banka mafían og fyrir stjórnvöldar þetta voru sjálfstæðarflokkurinn var svo sem að hluta til alveg með í þessum og koma þjóðin í þetta dæmi, en Framsóknarflokkunum virðist einhvern veginn hafa tekist að taka á þeim. Það í raun sennilega smá kraftaverk að Framsóknarflokkunum hefur tekist að fá sjálfstæðisflokkin inn í þetta. Þetta sjáum við að margir sjálfstæðismenn eru brjálaðir yfir þessu. En þaðan koma grumsemdir mínar að menn viti að verðtryggðu lánin munu vera dæmt ólögleg fyrir dómstólum. Að þar eru menn búin að koma til því á heyrustrákar við munum tapa verðtryggingadómi. Og þetta eins og ég hef sagt ykkur dæmisögun áður með skógarelda eða slökku, þeir sem að berjast við skógarelda sjá mikinn eld koma og þeir hafa enga stjórn á þeim eldi sem að koma, þá reyna þeir að brenna smá svæði þannig að eldurinn stoppi á fyrir brenndu svæði og þessna tel ég fulla þörf á því að halda áfram með verðtrygginga dómana og við þurfum að vera á vaktinni með það að það sé ekki eitthvað skona skilyrði í þessum leiðréttingapakka, það sé ekki skilyrði að fólk afsali sér fyrir réttindum eða rétti sem var reynt með gengistryggðulánin, munið það bankamafían fór í það að láta fólk skrifa undir, já þú farð einhverja leiðréttingu sem var í stíl við Árna-Pálslögin sem eru mesta lagahryðjuverk Íslandssögunar sannlega. Og þá skrifar undir pappír og það farið einhverja smá leiðréttingu og afsala þér þar með öllum fyrir réttindum. Það reyndar held ég það ekki staðist í dómstólum. Dómstólar bjánast sjaldan til þess að gera rétt en þetta var allavega reynt með kerfisbundnum hætti sem að flokkast undir skipulega glæpastarfsemi. En nú þannig að við erum sem eiginlega bara búin með þetta sem svo annað. Það ef við klárum áður en ég fer í lífeyrissparnaðarmálin. Og það þetta með 5 ára og fyrir þá sem að eiga ekki séns. Fólk sem að hefur kannski gert einhver mistök eða hefur gert mistök eða í raun bara í sjálfheldu, situr bara í súpunni og þá hafa þeir ætla að hjálpa því fólki í gegnum gjaldþrot, að greiða þessi 250.000 krónu gjöld sem nú bara öðrum vasanum í hinn hjá ríkinu og og það spurning líka bara að einfalda þau lög, það sé ekki svona rosalega flókið að fara í gjaldþrot, svo líka spurning hvort að þeir siti því að fjármálastofnanir í dag að þær hafi ekki tímt að greiða 250.000 kall. Þannig að fjármálastofnanir í dag að nýta sér ákveðna svona loophole eða hólu í kerfinu að þeir keyra fólk í árangurslaust fjárnám. Þar með náður að keyra fólk inn í ákveðið búr sem það geta haldið fólk í æviland og það spurning hvort það sé einfaldara fyrir stjórnvöld heldur en að vera að eyða öllum þessum peningum í lögfræðimafíuna sem náttúrulega lögfræðimafíuna á móti að setja einfaldlega lög við árangurslaust fjárnám og þegar að
kröfuhafi hefur farið með kröfu í árangurslaust fjárnám, þá fyrnist sú krafa á 2 árum eða 5 árum eitthvað slíkt. Að það kostar ekki eitthvað 3.000 skall að fara í árangurslaust fjárnám og það miklu fljótlegri aðferð og það mun hreinsa miklu fyrr út þjóðfélagi. Þetta gæti þess að vera tímabundin aðgerð. Það líka spurning hvort það sé ekki eðlilegt að fólk sem hefur farið í árangurslaust fjárnám að það sé 3-4 ára eða 2 ára fyrning á því. Árangurslaust fjárnám þýðir það búið að taka allar eignir af viðkomandi og það refsivert athæfi að halda eignum frá þeirri aðgerð. Ef að þú felur eignir við árangurslaust fjárnám þá þetta að sitja í fangelsi. Það refsivert athæfi. Þannig að við þennan gjörningin árangurslaust fjárnám, þá gengið úr skugga það að fólk sé fullkomlega strípað af öllum sínum eignum og það spurning hvort að það sé ekki nóg. Ég man ekki munið eftir óperu eða leikriti. Væri gaman að fá hérna á komment hvaða leikrit það var. Ég man ekki alveg hvaða leikrit það var. Munið eftir það var einhver svona víxlari sem hafði gert samning við einhvern að ef að sett lánaði honum pening og ef að hann borgaði honum ekki peningin þá mætti hann skera pund af holdi úr honum og kröfuhafinn vildi náttúrulega skera hjartað úr viðkomandi ef hann myndi ekki borga. Og þarna allt leikritið snýst þetta fíasko. Kona lánþegans fór reyndar í hlutverk lögfræðings og bjargaði kalli sínum úr þessum hrömmum víxlarans. Og það spurning hvort að það sé ekki bara hvort að kröfuhafar sé ekki búin að fá sitt pund af holdi við árangurslaust fjárnám. Hvort að þeir ekki bara láta sér það nægja. Það held ég að sé vel athugunar vert. En sem sagt þessi tillaga uppfyllir þessar kröfur og þetta náttúrulega gríðarlegu sigur fyrir okkur í Hagsmunasamtökum heimilanna. Og nú ætla ég að tala einn bónusun hérna í viðbót og það þetta séreignarsparnaðurinn og þar að tala skattaafslátt í gegnum lífeyriskerfið og þetta alveg frábær hugmynd. Hvað lífeyrissjóður? Hvað snýst lífeyrissjóður? Hvers vegna verið að reka lífeyrissjóð út allar trissur? Hvað ekki fleiri 100 lífeyrissjóður í Íslandi? Hugmyndin með lífeyrissjóði að einstaklingur leggur peningin sinn til mjög ábyrgra aðila til þess að ávaxta hluta af sínum launum dagsins í dag til þess að hann hafi peninga á gamalsaldri þegar hann hættir að geta unnið og það grunnhugsunin með lífeyri. Núna sjáum við að þetta lífeyrissjóðakerfi sem að rekið í dag skipuleg glæpastarfsemi. Framtakssjóðurinn og meira sér núna í þessu nýjasta Vodafone-máli þá þetta að vera snúningur á lífeyrissjóðunum, reyndar í þessu tilfelli lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins og það verið að þess vegna svo athyglivert að þessi hugmyndin snýr ekki að því að taka frá almenna lífeyrissjóðskerfinu. Hvað ekki verið að borga 12% á ári eða 12% launum inn í lífeyrissjóðskerfið og og fólk hefur enga stjórn á þeim peningum, þeir eru bara farnir og það mjög svæsin mafía sem situr þá peninga og það mun vera síðan til þess að við fáum ekki krónu úr því kerfi.
Þess vegna mikið betra fyrir fólk að hafa lífeyrir sinn í húsnæðinu sínu. Þar með slær fólk 2 flugur í einu höggi, það hefur góðan stað að búa og byggja fjölskyldu og eignast mikið af góðum minningum og fleira slíkt. Og þegar fólk orðið eldra þá hefur það fasteign til þess að selja. Og þá mjög algengt að fólk selji stóra húsið eða einbýlishúsið þar sem það ól upp börnin og var fjölskyldan var byggð upp. Og það selji þá eign og kaupi síðan minni eign. Þegar fólk börnin flogin úr hreiðrin og allt þetta allir þekkja þessa sögu. En lífeyrissjóðakerfið, af því að þetta skipulag glæpastarfsemi, það hefur ekki hagsmuni lífeyrisþegans í huga. Lífeyrissjóðin sem taka peningar af almenningi eða launþegum með mjög harðri hendi. Ég held að lífeyrissjóðinni séu fremstir í að biðja gjaldþrota á litlum og meðalstórum fyrirtækjum. Og síðan lána þetta lömbunum tilbaka aftur á okurvöxtum. Ýmist í gegnum bankakerfið, í gegnum sem bein lán frá sér, bara lífeyrissjóðunum og fleira slíkt. Þannig að þetta óbúslega mikið kriminal í þessu dæmi. Og einhvern tímann var búin til þessi sérregna sparnaðarleið. Og það mikið svona meira persónulegur undirbúningur undir 11 árin. Og ef þið takið eftir til dæmis að ef við hugsum að þessum fjárfestingastefnur lífeyrissjóðan á Íslandi, þá þeir allir að fjárfesta í svona félögum eins og Vodafone, það sem alltaf að tapa peningum. En það hins vegar ákveðin staðreynd að besta leiðin til að varðveita verðmæti í gegnum alla mannkynssöguna hefur verið að setja peningana í gull og silfur. Og þess vegna spyr ég, hvað eiga lífeyrissjóðarnir mikið af hreinu gulli og hreinu silfri? Þá ekki að tala einhverja pappíra með orðinu gull á eða orðinu silfur á, ég að tala raunveruleg verðmæti. Það væri gaman að fá upplýsingar það. Og þess vegna það mikið betra fyrir almenning að í staðan fyrir að greiða 12% inn í þessa mafíu, þá mikið betra fyrir fólk að leggja þetta bara beint í húsnæðið sitt. 12% á mánuði, búm, það munar töluvert það. Og síðan jafnvel betra fyrir fólk að kaupa bara gull. Ég veit til dæmis einn mann sem hafði unnið alla sína ævi og hafði sparað í banka peninga. Hann átti segjum bara hann átti 30 milljónir til 11 áranna. Alltaf unnið sem með lítið fyrirtæki, þannig að hann var á sínum eigin vegum svolítið. Og hann tapaði bara stóru hluta af því í þessum pappírs skógi. En ef hann hefði keypt gull og silfur, þá var hann ennþá í mjög fínum málum. Þannig að ég myndi miklu frekar leggja til, og það oft erfiðara svona þegar farið að útfæra hlutina, ég myndi leggja til að almenningur fengi að nota lífeyrisgreiðsluna sínar í að borga niður húsnæðislánin og það fengi að halda séreignarsparnaðinu sínum. Það myndi ég halda að vera mikið skynsamlegra fyrir fólk. Og fólk þarf líka að fara að bara hugsa þetta allt saman upp á nýtt. Þessi lífeyrissjóða hugmyndir voru mjög góðar í upphafi. Þær voru líka hugsaðar til þess að byggja upp smá sjóði til þess að vinna alls konar góðum málefnum í þjóðfélaginu. En þessi sjóðir eru allir komnir út í klíkukapitalisma, krónikapitalisma, sem hefur kendur við fasisma. Reyndar það í marxismanum líka. Það engin munur á því. Það allir sammála að byggja upp elitumafíu, að margir hafi litið og fáir hafi mikið. Það ekki þannig sem það En ég sem fyrirverandi stjórnarmaður Hagsmunasamtaka heimilanna, ég lýsi yfir ánægju með þessa tillögur og ég verð að viðurkenna það að Framsóknarflokkurinn hefur aukist mikið í áliti hjá mér. Eins og ég hef sagt áður, ég gekk í Framsóknarflokkinn 2009 eða hvernig var, eða 10, þegar við vorum
þegar munið hafa verið að tala að hreinsa út í Framsóknarflokknum, það var allir farnir, það ætti að byggja þar upp nýtt blóð og ég sagði bara já, frábært, ég skal vera nýtt blóð og byggja upp. Svo var ég búin að vera þarna í einhverja mánuði, þá tók ég eftir því að gömlu valda lúkurnar voru þarna í gangi. En ég sagði bara nei takk og fór úr flokknum. En þessar tillögur og hvað Framsóknarflokkurinn er komið langt með þessar tillögur, ég ætla jafnvel að spá í hvort ég að ganga þarna aftur inn, en ég myndi þá vilja áður en að ég geri það að Framsóknarflokkurinn tæki á fortíðar spillingarmálum. Sko það er oft í svona málum þótt að það er náttúrulega erfitt að taka lagalega á fólki sem er með svona mikla þáttöku í að skrifa lögin. Þið sjáu það öll strax að ef ég skrifa lögin og framkvæmi glæpina þá mun ég alltaf setja einhverja hólur í lögin fyrir glæpina mína. Og þannig hefur þetta verið stundað undanfarin 20-30 ár á Íslandi. Og það er oft sem að þegar fólk eldist og það er oft sem alls konar glæpamenn koma fram á eldri árum og vilja gera hreint fyrir sínum dyrum. Og hann yfirgefa jörðina hérna og fara eitthvað annað eða hvernig það er. Og ég held að sé miklu nær að höfða til þessa fólks sem að ég er að tala um. Það fólk veit nákvæmlega, þið viti nákvæmlega hverju þið eruð. Að eitthvað þar þurfið nú að búa greið mín. Og það myndi sýna gríðarlega mikið manndóm ef að þið kæmu fram til þjóðarinnar og bara eins og alkoholisti sem er búin að rústa öllu. Það var gaman á fyllerín og allt slíkt, en svo enda náttúrulega með því að fólk þarf að eiga einhverja fjölskyldu að búa eitthvað þar. Eða nema fólk vilja deyja alveg eitt, sko. Að það er mjög mikil sáluhjálp fyrir fólk sjálft og náttúrulega þjóðina að þið fari bara að koma fram og viðurkenna eins og er gert með alkoholista. Það fyrsta skrefið í lækningu er bara já, ég er alkoholisti, fyrirgefðu mér, skilur. Ég bara geri ákall hérna til ykkar klíkukapitalista, krónikapitalista, glæpa elitu mafíu lið. Ég skora á ykkur að koma fram sjálf. Af því að það er komið nógu stór hópur í þjóðfélaginu sem að sér í gegnum glæpin ykkar. Við vitum alveg hvað þið hafi verið að gera og eruð að vissu marki að gera ennþá. Og treystiði mér að þessi hópur í þjóðfélaginu mun ekkert láta ykkur sleppa. Við sjáum að hagsmunasamtökum heimilanna í þessi 5 ár er að ná fullnaða sigri í sinni baráttu. Og þannig þetta er ákall til ykkar að koma núna fram. Öðru leyti bara er ég glaður í dag og mun fylgjast grannt með framkvæmd þessara aðgerða. Ég vil setja fjöður í hatt Framsóknarmanna. Og eins og ég segi, ég mun alveg hugsa það mæta þangað aftur ef það verður hreinsað út í hornin. Það eru litið bara lifið heil og göngum með gleði í þetta verkefni. Takk fyrir og bless.